Góðan dag og velkomin í Gunnhan Brassar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og hér sýni ég frá ýmsu sem að ég hef verið að gera og er að gera núna og það sem að ég ætla að gera í framtíðinni. Ég var að hugsa að byrja á sjölum. Fyrir nokkrum árum þá fór ég að prjóna sjöl. Ég heillaðist af sjalaprjóni eftir Stephen West og keypti mér bækur eftir hann. Hann hefur gefið út 3 bækur og óbúslega skemmtilegar skriftir. Gaman að fara eftir þeim og alltaf eitthvað svona nýtt að gerast, þannig að þegar ég var búið með eitt sjal að þá, já, heyrðu, mér langar að gera þetta og mér langar að gera hitt. Nú ætla ég að sýna ykkur eitthvað af þeim sjölum sem ég hef gert. Ég held þeim upp hérna fyrir fram að myndavélina og set síðan líka inn mynd sem ég tók þar sem ég hafði vafið sjalið utan gínu og þá sést það kannski betur. Þetta var fyrsta sjalið sem ég gerði eftir hann og hérna kemur annað. Mjög skemmtilegt að spá í liti og litasettringar og samsetningar. Hérna kemur eitt sem er mjög langt. Þannig að það er hægt að vefja þessu vel utan sig. Svo er hérna. Það er svo gaman að spá og spekulega í litum. Síðasta sjalið sem ég ætla að sýna ykkur sem er eftir Stephen West, að það er þetta hérna. Og þetta er sjal þar sem að hann valdi litina og garnið. Þannig er að ég sá á Facebook að Linda Björk var að óska eftir prjónurum fyrir Stephen og prjóna sýnishorn og fleira. Og ég bauð mig fram og ég hef gert svolítið af sjölum fyrir hann og þetta var eitt af því og ég fekk að eiga síðan sjalið. Hann var búinn að velja alveg litina, hvaða litur átt að vera hvar og svona. Hann fekk síðan sjalið til sín og sendi mér það aftur hálfu ári seinna. Það var búið að fara í myndatöku og annað og þetta er eiginlega mitt uppáhaldssjal núna. Ég hef búin að nota það alveg ofboðslega mikið síðan ég fekk það aftur í fyrra. Ég keypti mér bók eftir Melanie Berg. Ég held hún sé þýsk, allavega eru uppskriftirnar bæði á þýsku og ensku. Ég hef búin að gera hérna nokkur. Þetta hérna. Eins og þið sjáu þá er svolítið mikið munstur hérna. Ég verð að viðurkenna það að ég gafst upp á munstrinu. Þetta er það. Og ég byrjaði hérna á munstrinu. Mér fannst það bara svo hryllilega leiðilegt og ég var með nefið ofan í bókinni allan tíman. Og ég sagði, nei, Gunnlaug, þú nennir þessu ekki. Þannig að ég tók bara annað munstur og kláraði. Og það er enginn sem sér þetta þegar ég er með þetta vafið hálsinn. Það er enginn sem hefur bent mér á, heyrðu Gunnlaug, býttu okkur þetta með 2 konar munstur þarna. Nei. Svo er það þetta hér. Og það er þetta hérna. Svo er þetta hérna. Og ég gerði það, útkoman hjá mér varð svona. Ég ákvað að sýna ykkur líka sem sagt úr myndirnar úr þessari bók, þá sæið þið munin á því sem er fyrirmyndin og þegar ég er búin að velja saman garnið og búin að prjóna.
Hér er eitt svona sem er bara frekar mjótt og lítið. Ekki svo lítið, það er alveg óheyrilega langt. Nú er ég búin að leggja þetta hérna svona fjórfalt. Þarna notaði ég hör. Það er fyrsta skipti sem að ég prjóna úr hörgarni. Og mér leist nú kannski ekkert á það fyrst þegar ég var búin með þetta sjálf. Mér fannst þetta vera svolítið svona, mér klæjaði svolítið undan þessu, en þegar ég var búin að þóa það, að þá mýktist allt upp eins og hörgarn gerir. Eins og seinasta sjálf var lítið og þá er hér mjög stórt sjálf, eða það er að segja langt. Ég sá mynd af þessu á Pinterest og langaði að prófa og fannst þetta að vera upplagt til þess að nota afganga. Og þetta var mjög skemmtilegt að gera. Að pæla í litum, hvað ætti að vera næst, hvernig ætti ég að láta litina renna saman, hvaða liti ég ætti að setja til að þetta myndi nú allt svona passa. Þegar ég þvoði síðan sjalið að þá lengdist það svolítið, þannig að ég er í pínu vandræðum. Þetta er eiginlega full langt fyrir mig. Þannig að ég er með þetta hérna alveg marga hringi utan um mig. En hlýtt er það. Tengdamóðir mín, Erla Kristín Sigurðardóttir, hún er úr Stórhöfða í Vestmannaeyjum. Og fjölskylda hennar hefur búið þar í 100 ár. Og fyrir nokkrum árum að þá var þeirri búsetu lokið, eða það er að segja að þau þurftu að tæma húsið og þá kom nú ýmislegt í ljós, margir gamlir hlutir og eitt af því var garn. Hún fann þarna poka með garni, þó nokkuð magni. Henni datt í huga að spyrja hvort að ég hefði áhuga á þessu og ég hélt það nú. Það er þetta hérna. Sérstaklega þegar ég frétti það að þetta garn er yfir 60 ára gamalt. Og þetta er af rollunum í Stórhöfða og mamma Erlu, Björg Sveinsdóttir, hún sendi ullina til þess að láta spinna fyrir sig. Og fékk hana svo senda aftur, spunna. Þannig að ég fór að spá í hvað ég ætti að gera nú úr þessum. Og ég byrjaði á því að prjóna vettlinga. Og ég gerði hér eitt par þar sem ég setti báða litina saman, gerði svona munstur. Og hérna er annar vettlingur. Ég hafði séð í bókinni Heklfélagið peysu sem ég langaði til þess að gera. Og sú peysa er þessi hérna og hún er eftir Írisi Eggertsdóttur. Mér fannst þetta mjög spennandi og ég ákvað hekla þessa peysu úr dökkalitnum og nota garn með, alltaf þráð með en ekki alltaf sama. Sjáu að hún verður svona, hún er pínu röndótt en það er alltaf sami grunnliturinn. Ég gerði aðra peysu þar sem ég notaði bara ljósagarnið og hún er hér. Ég var ekki búin með garnið, þetta var það mikið magn og þá datt mér í hug að taka ljósagarnið og prjóna það í prjónavél með svona móher. Og þá bæði móher sem er svona sem skiptir litum og líka einlitum móheri. Og þetta er, þá gerði ég bara svona lengjur eins og þegar ég var að gera teppin og ég ætlaði að gera peysu fyrir mig. Þetta er til dæmis þinna partur af því. Ég ætlaði að gera peysu fyrir mig en svo sá dóttir mín þetta og þá dettur í hug að þetta væri svona sjal, trefill, eitthvað. Og við ákváðum að hún
hún fengi þetta, þannig að ég á eftir að klára. Ég ætla aðeins að lengja í því, þannig að þegar ég hef búin að klára að þá sýni ég ykkur mynd af því. Það er líka svo skemmtilegt fyrir hana að eiga hlut sem unnin er úr gagni úr Stórhöfða. Þetta er allt sem hefur svo mikla sögu og bara æðislegt að geta notað. Ég var búin að segja ykkur frá því að ég ætla að gera núna 1 sokkapar í hverju mánuði og ég á ekki sokkagagn. Til þess að sokkarnir endist nú eitthvað svo að kom ekki fljótt gat á hæl eða tá eða eitthvað slags, að þá er betra að það sé búið að styrkja gagnið með gerviefni, nælon eða einhverju, og ég vissi það að ég átti ekki svoleiðis sokkagagn hérna. Þannig að ég neyddist bara til þess að fara í búð. Ég kíkti aðeins í smástund í 2 garðbúðir í gær og skoðaði það sokkagagn og ég keypti í 1 par í sitthvorri búðinni. Í Ömmu Mús keypti ég þetta hérna og þetta er ull, pólíamít og kasmír. Þetta er rosalega mjúkt. Og í litlu prjónabúðinni að þá keypti ég þennan hérna í annað sokkapar. Þannig að ég er alveg nokkuð safe þá fram í mars, eða ekki? Ég held það. Ég talaði um það í seinasta þætti að ég ætlaði að gera ákveðna hluti fyrir þennan þátt. Það var að prjóna barnapeysu, sauma út í stuttarmabóli og svona, en ég hef ekkert getað gert því að verkir í höndum hafa stoppað það og þetta frestast þá bara í næsta þátt. Vonandi get ég þá sýnt eitthvað þá, en þá er þetta bara komið hjá mér í bili og við sjáumst eftir viku. Takk og góða stundir.